Já, Bibi, þú stundar það að rúndum á hamborgarastöðum bæjarins og bara hamborgara. Já, þessa vikuna, allavega. Hvaðan kom þessi hugmynd? Þessi hugmynd svona búin að vera kannski í gangi á mér í svona ár. Ég sem sagt bara svona hef verið að gera nokkuð svona myndlistaverkefni sem að fjalla kannski það einhver svona algjörlega venjulegir svona hversdags hlutir og breyta þeim í listaverk. Já, ég búinn að sem sagt setja upp nokkra staði sem sagt. Þetta 2 hamborgarar á dag í viku. Þannig þetta eru 14 hamborgarstaðir eða 14 hamborgaratilboð sem voru það. Og það er rauninni, þetta sett upp á vissi tíma þannig að fólk getur komið og horft á gjörninginn eða vill. En í rauninni sem sagt, hvernig ég borða hamborgarana, það ekkert öðruvísi heldur en venjulega sko. Þannig ég er bara að borða hamborgara eins og allir aðrir, en bara með því að hafa skilgreint það sem listaverk, þá það í rauninni orðið listaverk. Ertu eitthvað menntaður í þessum gjörningum? Já, ég er útskrifaður frá Listaháskóla Íslands, útskrifaðist árið 2000, fyrsta árgangi frá Listaháskóla. Varstu ekki fyrst mikið í tónlist? Já, ég er bæði búinn að vera mikið í tónlist og mikið í myndlist. Ég gerði gjörninga 99, eitt sem þá tók ég til í herberginu mínu mánuði, eða vinnustofunni minni, og sem sagt tók til og svona endurbætti vinnustofuna, málaði og svona, og það var bara opin sýning í mánuð, fólk gat komið og inn í vinnustofun og séð mig bara vera að laga til og það tók bara heila mánuð. Og síðan fór ég líka í megrun svona í kjölfarið því. Þeir 2 gjörningar tengdust aldrei að taka til í umhverfinu sínu og taka síðan til í sjálfu sér. Hefði megrunar gjörningar gætt að koma eftir þessum hamborgargjörningum? Já, ég er nú veltaði fyrir mig hvort maður ætti að fara í megrunina 2 eftir þetta sko. Það verður að koma í ljós. Það er kannski dálítið eðli megruna að fara alltaf aftur í megrun sko. Og það var dálítið þannig þegar ég var að taka til í herberginu mínu. Það var aðeins öðruvísi maður hugsaði aðeins öðruvísi þetta heldur en þegar maður var að taka til í herberginu venjulega. Hvar getur fólk komið að sé þig helgina? Ég klára sem sagt túrinn á laugardeginum á Grillhúsi Guðmundar niðri í bæ og á menningarnótt. Það óska ég bara góðs gengis. Takk fyrir það.